The
frábært, ég sá að það voru alveg bara viðbrögð, það var fólk, þið voru að taka undir og endilega geri það, syngjum með, þá við erum saman, við erum ekki á tónleikum, við erum saman í kirkjunni og þetta samfélag, eins og ég ætla að segja aðeins meira á eftir. Þetta síðasti sunnudagur kirkjuársins núna, nú eru áramót í kirkjunni, það að segja, næsta sunnudag, þetta glimur í mér, þetta lækna þess í mér. Næsta sunnudag fyrsta sunnudagur í aðventu og það þýðir í rauninni áramótinu aðeins annars staðar í kirkjunni heldur en svona við erum vön. Það þýðir að þá hefst nýtt kirkjuár. Mig langar, ég með þennan bauk í höndunum, mig langar til að benda ykkur á hann, það eru baukar frammi fyrir okkur og þar sem að við getum styrkt þau sem að minna meira sem tekið með heim og safna klingi eða því sem að tilfellur og við tökum við þessu hér á aðventinu og á jólunum og komum því til hjálparstarfs kirkjunnar, vildi endilega benda ykkur á þetta. Svo langar mig til að segja ykkur frá því að 11. desember, má ég fá mynd? Já, þá þetta fólk ætlar að syngja fyrir okkur á jólatónleikum og það uppselt á fyrir tónleikana sem eru klukkan 5, ekki satt? Uppselt á seinni tónleikana sem voru samt sett fyrir í sölu. Já, ennum að vona maður ruglist. Það uppselt á seinni tónleikana sem voru sett fyrir í sölu en það bara ágætt sala á þá fyrri sem voru sett í seinni sölu. Þannig að þá má eins og sjá hægt að kaupa miða á klikk.is þar. En þetta tónleikar kórsins, þá fáum við að njóta bara frábæra dagskrár þessa góða fólks og fleiri. Það verður hljómsveit með og hvaðina. Viku seinna, þá annað. Þá það sem við kallum aðventuhátíð Lindakirkju. Þá kemur að sjálfsögðu Kórlindakirkju sem stolt okkar, en það svo margt sem við höfum að vera stolt yfir hér í Lindakirkju. Það líka barnakórinn okkar sem stjórnar Áslaug og Úlrika gospelkórinn og svo bregða sunnudagaskóla leiðtogar á leik líka, hún Regína Ósk og Svenni, maðurinn hennar, og það verður hljómsveit að sjálfsögðu og svo verða aðalstjörnurnar í raun og veru sem að stjórna úlíkastarfinu, Hálfdán og Matthías bræðurnir sem að kallast Vibe og það var svona ákveðið bara svona áfall, ég búinn að þekkja þessa drengi frá þeir voru pínulitlir og allt í einu Matthías var með okkur í fermingarbarna námskeiðinu í ágúst og þá svona bara viltu krakkandi þekkja hann allir þetta og þá var þetta eitthvað svona TikTok dæmi sem að maður ok. Þeir eru bara rosa þekktir og vel að merkja Hálfdán þess að stjórna glærunum í kvöld. Þannig að við klöppum fyrir þeim. Og þeim öllum og á aðventuhátíðina sem að fara miðar í sölu á hana núna í vikunni, það kostar aðeins 2.000 krónur inn og við ætlum að, þegar þetta verður búið að standa út í kostnaði, þá rennur allur ágóði í líknarsjóð Lindakirkju. Það nefnilega mjög mörg sem leita til okkar með hjálp og við finnum það, höfum fundið það síðustu mánuði að skóinn hefur verið að kreppa að, við höfum ekki verið, við höfum haft minna milli handa til að láta rakna til þeirra sem leita til okkar. Þannig að við ákváðum að styrkja líknarsjóðinn okkar eigin með því sem verður umfram. En höldum áfram. Nú ætlum við að signa okkur og biðja saman upp á spæn. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opnað með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna,
trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heil það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Drottinn, miskunn á þú oss. Drottinn, miskunn á þú oss. Kristur, miskunn á þú oss. Kristur, miskunn á þú oss. Drottinn, miskunn á þú oss. Drottinn, miskunn á þú oss. Skulum rísa á fætur, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Syngjum saman dýrðarsönginn, því lofa Faðir, líf og önd. Lexía þessa helga dags sem er eins og áður sagði síðasti sunnudagur
kirkjuársins úr Davíðssálmum, þar sem segir: Drottinn, þú ert minn Guð, þín leita ég, sál mína þyrstir eftir þér. Hold mitt þráir þig, í vatnslausu landi skrælnuðu að þurrki. Ég stoknaði þess á, ég byrjaði að lesa vitlausa sálm, en ég ætla bara að lesa hann rétta. Þér ber lofsöngur Guð á Síón, og við þig séu heitin efnd. Þú sem heyrir bænir, til þín leita allir menn. Þegar misgjörðir vorar verða oss megn, fyrirgefur þú oss. Sæll sá sem þú velur og lætur nálgast þig, hann fær að dveljast í forgörðum þínum. Við mettumst af gæðum hús þíns, heilagleik musteris þíns. Þú bænheyrir oss af réttlæti, með ógnvekjandi verkum, þú Guð hjálpraðis oss. Þú athvarf allra endimarka jarðarinnar og fjarlægra stranda, þú sem festir fjöllin með krafti þínum, girtur styrkleika. Þú lægir brimgný hafana, öldugníin og háreysti þjóðana. Þeir sem búa við endimörk jarðar, skelfast máttaverk þín og austrið og vestrið lætur þú fagna. Amen. Og þannig hljóðar hið heilaga orð, þessi þakkargjörð. Og seinni lesturinn, ég með hann réttan, hann úr síðara bréfi Páls til Kórintúmanna. Þar segir hann: því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists, til þess að sérhver fái það endurgoldið sem að hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það gott eða illt. Og þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrsi þér Drottinn. Nú skulum við, ef við eigum þá ekki því erfiðara með að aðeins reisa okkur við og standa á fætur og heyra heilagt guðspjall
sem hljóðar svo í Drottins nafni og er skrifað hjá Mattheúsi guðspjallamanni. Saddúkear komu til Jesú, en þeir neitaði að upprisa sig til og sögðu við hann: Meistari, Móse segir, deyi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og vekja honum niðja. Hér voru með okkur 7 bræður, sá fyrsti kvæntist og dó. Hann átti enga niðja og eftirliti bróðum sínum konuna. Eins var næsta og þriðja og þá alla 7. Síðast allra dó konan. Kona hvers þeirra 7 verður hún í upprisunni. Allir höfðu þeir átt hana. En Jesús svaraði þeim: Þið villist því að þið þekkið ekki ritningarnar, né mátt Guðs. Í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himni. En upprisu dauðra ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir ykkur. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks, Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifanda. En mannfjöldi hlýddi á og undraðist mjög kenningu Jesú. Þannig hljóðar þið heilaga Guðspjall: Lof sé þér Kristur, og við skulum játa saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Guð, ég bið og beygi þér
það var hún Katrín Valdís Hjartardóttir sem að leiddi kórið þarna í samhljóminum. Náð Guðs og kærleiki Kristi með okkur öllum. Það er þannig, ég er frá Keflavík og það voru sjaldan sem að svona mínir sveitungar, svona gömlu sveitungar segja, fáir sem myndu segja við mig, já, alltaf vissi ég að þú myndi vera prestur. Það var nefnilega eiginlega ekki frekar útreiknanlegt og ég var bara ekkert trúaður svona fram til tvítugs og eiginlega bara mjög ansnúin sérstaklega kristinni trú. Og meira segja var það svo að vinur minn einn sagði við mig, veistu það, þegar ég var orðinn trúaður og svona var búinn að eignast svona, var hann svona mjög heitur, þá sagði hann, Gummi, ég hefði trúað þessu upp á alla en þig. En svona var þetta einhvað síður. Ég fann það að ég bara svona réði ekki við ákveðna kringumstæður í mínu lífi og ég þurfti að bara, ef Guð er til þá ætla ég að prófa. Og ég bað Guð að hjálpa mér og lífið mitt breytist. Og þetta var svona dálítið langur tími, fólk upplifði þetta sem svona allt í einu einhver umskipti, þetta var búið að gerjast mjög lengi. Og það var maður sem að hringdi oft bjöllunni nokkrum sinnum heima hjá mér, ég bjó í foreldrahúsum þegar þetta var, og hann var með svona bæklinga og hann var ekki svona úr kirkjunni heldur, það var annar ónefndur söfnuður og ég svona bara vonaði alltaf að hann myndi tala við mig. Ég keypti alltaf hann bæklinga og las þá og það var svona þorsti í mér eftir Guði. Og svo liðu einhverjir mánuðir og á þessum mánuðum þá gerist það að ég fer svona að lesa í Biblíunni, ég fer að leita Guðs og það eru svona ákveðinir atburðir til þess að ég bara svona eignaðist trú, bara Jesús er svarið við því sem að við spurningunum mínum, við lífinu mínu, við því sem að ég þarf á að halda. Og svona ég áttaði mig á því að með þessar bæklingar sem ég hafi lesið, þetta er ekki alveg, ég fann ekki samhljóm með þessu. Svo kemur maðurinn til mín og hringi bjöllunni heima og ég kem til dyra og hann brosir til mér og segir, þú hefur alltaf verið svo opinn fyrir því að taka því bæklingu frá mér. Nú langar mig til þess að ef við getum sest saman og spjalla saman. Og ég segi hann, þú ert of seinn. Ha? Og segi hann þá, já, ég er búinn að taka mína afstöðu. Ég er svo sem ekki búinn að lesa neitt of mikið en ég veit að við erum ekki alveg að tala saman. Ég svona finn ekki, ég er búinn að lesa það sem þú látið mig hafa og það henta mér ekki. Og hann spyr mér svona út í mína trú og svo fer að tala um helvíti og himnaríki og eitthvað svona. Og ég var svona, ég átti ekkert svar í raun og veru, sko. Hann var miklu flinkari og betur lesin í Biblíunni heldur en ég og allt svona. En ég var nýbúinn að lesa í bók eftir Sigurbjörn Einarsson og hann fer að tala um himnaríki og helvíti og ég segi er það nú ekki bara svona eitthvað sem við vitum og að lítið svona svipað eins og barnið í móðurkviði. Það veit nú ekki hvað gerist, hvað lífið er stórkostlegt þegar það fæðist, það bara er í myrkrinu sinni í maganum á mömmu sinni. Og svo bara allt í einu opnast heimurinn fyrir því og er það ekki svolítið svipað með bara eftir að við deyjum og þannig að við vitum ekkert í rauninni hvað gerist. Það var eitthvað svona sem ég svaraði og það með bara hvernig hann fór. Og en þetta er hins vegar alltaf eitthvað sem við veltum fyrir okkur og þetta er sannarlega ein af spurningum trúarinnar og spurningum lífsins. Hvað gerist svo?
þá er komið að ég ætla aðeins að tala það sem að Guðspjall dagsins. Jesús spurður að fær svona gátu, svona biblíu gátu, af því að fólk hefur mismunandi skoðanir á biblíunni og því sem að það stendur. Við getum fundið alla litaflóruna í gegnum kristna söfnuði. Við höfum alls konar meiningar og svo margir halda þessi hafi allt rétt fyrir sér. Og á þessum tíma var uppi hópur sem kallaði Saddúkear og þeir voru alveg samferðir. Þeir voru með sömu ritningarnar og Jesús þekkti, en þeir voru alveg samferðir það og það fólk að það væri engin upprisa til. Það væri lífið hér og svo væri þetta bara búið. Og þá er spurningin, hvernig las Jesús og þetta fólk biblíuna? Og þá kannski smá sjokkar fyrir einhverja, það var ekki til en biblía þá. Þetta var 1500 árum áður en prentverkið var fundið upp. Það voru engar bækur. Bækur voru, hið ritaða orð var ekkit eitthvað sem almenningur átti heima á sér eins og við þekkjum. Við erum með að segja að fann að losa okkur við þetta út í Sorpu í stóra stíl. Það voru svo kallar rollur eða rullur sem voru til í samkunduhúsunum, samkunduhúsi gyðinga. Jesús gyðingur og það voru til bara alveg örugglega hvergi var hægt að finna kannski samkundu sem voru allar bækur Gamla testamentis sem við köllum, sem eru helgiritasafn gyðinga. Þetta var kannski Jeremía og Jesaja, eitthvað úr Mósebókunum og eitthvað svoleiðis sem það var alltaf lesið eitthvað upp úr því sem við köllum Mósebækurnar, sem að þau kalla Tóra. Og Tóra þýðir í rauninni kenning, eða vegur, eða leiðbenning. Og það snerist allt Tóra. Fólki kom saman í samkunduhúsunum og þá var lesið upp úr lögmálinu, eða Tóra. Og alltaf lesið á laugardögum, sabbatinum, og svo það var lesið upp úr orðinu og svo var það opið til túlkunar og fólk mátti tjá sig það. Og þess vegna voru opnar umræður. Þetta var eiginlega öfugsnúið við hvernig við komum til kirkju í dag. Hér stend ég og að tala út frá ritningunum við ykkur, en þannig var bara ritningin og svo bara kom fólk með, já, nei, ég held að það sé svona, og svo var bara svona rætt það, hvernig á þetta við okkur í dag og svo framvegis. Og þetta var svona lifandi samfélag, alls konar skoðanir, og það var komast að niðurstöðu. Alltaf eitthvað nýtt til að ræða og alltaf eitthvað nýtt til að læra. Og komið saman aftur og aftur og lesið úr ritningunni. Og þetta var eiginlega svolítið frábært að gera meira af einhverju svoleiðis. Mér þótti voða vænt það þegar ég var á Skagaströnd, þá var einn Óli Benna, hann sagði stundum við mig, þegar maður var því að bara fólk segir bara já, þakka þér fyrir, og þá sagði hann, ég var algjörlega ósammála þér í dag eftir predikuna. Og svo ræddum við það og komumst að því að við vorum kannski meira sammála heldur en við héldum. En þetta er svo gaman að eiga samtal, það. Ég þekki prest sem var með sína fyrstu messu einu sinni, hann var náttúrulega bara einu sinni með hana, fyrstu. Og hann vandaði sig heil ósköp fyrir framan nýja söfnuðinn við predikunina og bara var í marga daga að semja og bara hann fannst að vera meistarastykki og einu viðbröðin sem hann fékk eftir messuna var að það var eldri kona sem sagði við hann, fyrirgefðu, mér finnst að presturinn ætti ekki að vera í hvítum sokkum. En þetta orð sem á þeim tíma var bara til í einhverjum svona upprúluðum handritum sem voru skrifuð bara upp og ekki hægt að prenta, það var ekki til. Þetta orð sem að fólk nota ekki bara til að skrifa upp, heldur til þess að skrifa niður. Biblían er ekki einhver bók sem að datt niður á himnum til okkar, hún er ekki prentuð í einhverju himneskri Gutenberg-pressmiðju,
Nei, þetta bara orðið það hvernig Guð talaði til fólks á mjög löngum tíma. Í raun og veru erum við að tala svo langan tíma að þetta svipað langt eins og bara frá okkar dögum og til Krists. Það að segja yfir 2000 ár, eitthvað svoleiðis, eða mörg hundruð allavega. Og það alveg gríðarlega langur tími. Og þess vegna Biblían bara stútfull af ólíkum tíðaranda. Þetta ekki allt stillt í sama mótið ef við skoðum grannt, ef við kynnum okkur hana. Ólíkum skoðunum á Guði, á bara breytninni við náungan og svo framvegis. Og það rekst ýmislegt á annars horni með tímasetningar og annars svona. Og það vegna þess að Biblían skrifuð af mönnum en samt sem áður innblásin af Guði, tendru Guðs neista og á sama hátt. Og við erum svona ófullkomin og getum samt miðla Guði til annara. Þannig Biblían þetta orð sem Guð notaði menn til að skrifa og fólk til að skrifa, tala til okkar og kemur Guðs neistanum til okkar. Munum að Guð elskar heiminn. Þess vegna sendi hann Jesú og þessi heimur allur þverbrotinn. En Jesús gerir okkur heil og gerir þennan heim heilan. Og hvernig svarar Jesús? Hann svarar í rauninni, þið skiljið ekki, þið ekki alveg búin að fatta þetta. Himnaríkið og upprisan eilífa lífið snýst ekkert hver giftur hverjum. Þetta eitthvað miklu stórkostlegra. Leyfum bara himnaríkinu að leysa þau vandamál. Leyfum Guði sem á allan kærleika, líf okkar, elsku, að leysa þetta fyrir okkur. Höfum ekki áhyggjur af einhverjum svona ímynduðum gátum, verðum ekki að flækja þetta fyrir okkur. Bara trúum. Dýrð Guði, Föður og Syni og heilögum Anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Eiga stund frammi fyrir Guði, og við getum sungið með í bænasögnum hljóður sem kemur sungin. Við getum líka beðið frá eigin brjósti, leita Guðs í bænum okkar, og ég bendi líka á ljósaaltari sem aftast í kirkjunni, þar sem við getum tendrað ljós fyrir því sem við höfum eftir áhyggjur af, því sem við höfum að þakka fyrir, og eins getum við deilt bænarefninu með okkur. Og það beðið fyrir þeim að við skrifum þau á miða og setjum þau í rífu sem þarna á ljósaaltarinu. Það hópur sem hittist hér á 50-dagsmorgnum sem þið eru öll velkomin að vera með. En nú skulum við biðja saman.
Drottinn, við þökkum þér fyrir að sama hátt og þú lagðir storminn á Genesareta vatni forðum, þá getur þú lagt storma lífsins sem að þú þekkir hvað við erum að takast á við hverjum degi og mætir okkur. Viltu, Drottinn, opnaðu okkar fyrir þinni leiðsögn, þinni hjálp og kærleika. Geðu okkur kjark til þess ef að við þurfum að leita hjálpar hjá öðrum og hugrekki og eins opinn faðm gagnvart þeim sem þurfa á hjálp okkar að halda. Við þökkum þér fyrir að við erum elsku börn þín og við erum öll jöfn fyrir þér. Við felum þér það sem að hvílir á okkur. Við felum þér sorgir okkar og gleði, vandamál og gleðiefni og lausnir. Í bæninni sem að þú kenndir og biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagligt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ef þú ekki að rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón rísa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá ætlar kórinn að syngja fyrir okkur Dýrð sé Guði. Það er lagið hennar Áslaugar og hún leiði kórinn að sjálfsögðu í sínum söng. Við skulum fá okkur sæti og hvernig er það? Getum við sungið með eitthvað? Já, þá gerum við það. Auðvitað getið þið sungið með. Já, við gerum það. Kunnið þetta ekki? Jú, ég vissi það. Já. Þetta er, já. Dýr sé Guði, dýr sé Syninum, á himni sem á jörðu, að eilífu. Aldir alda, dýr sé Andanum, Föður vor á himnum. Faðir á himnum.
himni sem á jörðu að eilífu. Faðir minn, Faðir á himnu, ég lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji aldir að eilífu. Amen. Faðir minn, Faðir á himnu, lofa þitt heilaga nafn, heilaga nafn. Faðir minn, verði þinn vilji aldir að eilífu. Amen. Það rifjaðist upp fyrir mig þegar þú varst að syngja þetta núna áður en sko krafttaflinn kemur að í lokin þegar Áslaug og þau voru að flytja þetta í fyrstu skiptin hérna og kemur svona smá þögn og þá byrjar alltaf fólk að klappa. En núna greinilega þekkið þið bara þetta lag algjörlega og þeir eru bara að vita hvað kemur næst sko. Þannig að þetta er alltaf að koma. Næsta bíð er bara ennþá lengur. Já, einmitt. Bara bíða eftir klappinu. En ég vil endilega benda á kórinn söng náttúrulega inn þennan disk og það er fullt af frábærum lögum eftir hann Áslaugu og fleiri. Já, ok. Og þig. Og þetta er á Spotify, Kór Lindakirkju með fögnuði og það er meira að segja jólalag sem var sungið fyrir 2 árum með henni Regínu Ósk og kórnum. Þannig að endilega kíkið á Kór Lindakirkju á Spotify þegar þið komið heim og bara alltaf. En förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Takk.